þegar ég farið í þetta, þá hérna setjum ég stykki bara, þannig að það náir svona rétt aðeins út fyrir. Þetta hérna svona cirka 10 cm upp á, en stykki verður örlítið lengra, þannig að við notum 10 cm reskið þarna sem við skerum ofan að því. Spörslum við þetta svona út. Síðan 6 cm reskið sem við notum hérna til þess að skera veggdúkinn. Þannig að hann yfirlappast 3 cm. En þegar ég gangi frá þessu hérna, ég ætla aðalega að fara yfir hornin, að þá byrjum við reynum að láta þetta hérna, þetta svona cirka 45 gráður beggja vegna, þannig að þetta sé jafnt, ekki einhvern veginn svona, heldur að þetta sé jafnt þríhyrningur hérna, sirkur megin. Við reynum að teygja þessu upp á, þetta horn rúnnað og þar af leiðandi reynum við að láta það teygjast upp á. Ef þetta væri beint, þá myndi maður taka þetta rétt aðeins fyrir ofan og bara beint út. En hérna lætur maður að fara örlítið, rúnar þetta svona, svo tekum maður þetta hérna. Þannig að við getum sagt að þetta 90 gráður miðað við 45 gráðurnar hérna. Og þá myndum við taka svona stykki úr hérna. Því þá fáum við rúnning svona hérna upp. En ef þetta væri alveg hvasst horn, þá tækjum við bara hérna akkurat í miðjuna. En hérna hornið rúnnað. Passa að sker ekki dúkina neðan. Þið getið lagt eitthvað undir til þess að vera öruggir. Við getum lagfært þetta svo eftir þegar við erum búin að beygja þetta upp á. Svona. Byrjum á þessu. Svo þegar við tökum stútinn hérna, við reykjum sér á það að margir sem hafa lent í því að þeir taka þetta svona cirka eitthvað og svo bara rifar aftan. Þeir hitt ekki alveg rétt. Og þá gerum við þetta hann ef við gerum þetta með fyllsta öryggi. Þá förum við hérna, við ætlum að láta teygja svona allavega sentimeter upp á. Þá merkið hérna, þannig að þetta svona sentimeter upp á rörið. Og getið haldið þessu hérna og svo sirkið þetta, þannig að þetta sé beint. Sirkið þannig að þið eru svona cirka sentimeter fyrir innan hérna beggja vegna. Fáum okkur tommustokk og mælum hérna. Þetta svona 7,5. Þá ætti þetta að vera svona í kringum 5,5 sem það Mælum við hérna upp 5,5. Hérna, finnum miðjuna hérna. Þá það svona 2,75. Finnum miðjuna hérna. Hérna, þá komið miðjuna hérna. Það nú oft sem maður gerði að svona strika þetta bara svona, hringinn, reynda að fá hringinn réttan. En það getur notað sirkilinn, þá stingum við hana hérna og svo finnum við hérna hvar hann lendir hérna og hérna. Svo rissið ég bara. Það verður komið með hringinn og síðan skerið þið. Og það þegar þetta hérna skorið, ég ætla bara að sýna, það má ekki mynda svona flipi. Ef það skerst og það kemur svona flip upp í, þá hætt við því að þegar maður hítar þetta og smellir þetta niður, að þá þarna getur það rifnað út frá flipanum. Þetta verður að vera alveg bara ein lína. Hreinn skurður. Já, hreinn skurður. Og það þarf að passa sig svona dálítið þegar maður endar hérna. Að maður rjúki ekki af stað og mynda flipa. Ja. Svo þegar ég hiti þetta og fara að setja þetta hérna niður, þá
Þó ykkur finnist þetta að vera allt of lítið, þá ekki bara taka neitt meira af þessu. Það var einn sem lenti í því þegar hann var búinn að gera þetta og fannst alltaf erfitt að eiga við þetta og skar og þá var bara komin rifa fyrir aftan. Og þá var það leið fyrir vatnið að streyma niður. Bara hitar þetta nokkuð vel svona hringinn. Ja. Þá takk ég þetta hérna. Dálítið stífur þessi. Svona. Þá kemur hann svona. Þarna getið nota rúlluna til þess að setja þetta ofan í kverkina. Og hérna verðum við með samskeytin svona, hérna 45 gráðunar. Tekum við þetta fyrst svona, ítir þessu, þannig að þetta þarf að fara vel ofan í. Ofan í kverkina. Bara 540. Sem sagt líkið atriði að þetta fari hérna alveg stíft inn í ofninn. Þetta hérna ristu þessu niður, vel niður. Það er svona að því að ég ekki með alveg lím á þessu, þá er svona erfið að eiga við það. Svo förum við alveg niður í botninn. Passa puttana, það er ágætt að hafa þumalinn hérna, hérna löngutöngina svona. Þannig ef maður skriplað út af þá lendir hún í allt fyrir öryggið. Það getur fengið fyrst línuna svona. Ef maður nær ekki í gegn, þá heldur maður þessu áfram hérna og tekur með kroppnum með fram bara. Svona. Svo snúum þessu við. Þannig að ítir þessu vel ofan í. Og upp á veggdúkinn að gera. Það taka hérna rétt aðeins ofan á þessu bara. Og það veggdúkinn að gera, þá þarf þetta að fara mjög vel inn í hornið hérna. Ef það er alltaf mikill rúnningur, þá þegar dúkurinn kemur í hornið, þá þarf að vera að taka þetta í sundur sem er ekki æskilegt. Þrista þessu vel inn í hornið. Svona. Sökum þetta hérna. Svona. Síðan er mjög gott hérna þegar maður fyrir að og hérna ef allt er eins og það á að vera, þá getum við tekið þetta aftur með hérna. En það er mjög algengt að þegar maður fer að skera hérna, að þá drægist þetta örlítið út úr horninu. Og þá til þess að losna við það, hérna, þá er ágætt að byrja á því að taka hérna rétt aðeins efst og festa það hérna, þannig að það ná ekki að dragast fram. Þess að bara skera rétt aðeins og festa það, þá hérna er þetta komið í brúnina hérna.
Þá getur þetta ekki dregist fram. Svo. Þá getur að skera svona rétt aðeins, svo getur við tekið þetta með króknum. Og svo þegar við sjóðum að þá freysum við þetta orðið.